Húsleibænin ætluðum að gera þetta, ætluðum að taka þessi vers og þennan sannleika úr Biblíunni og setja þetta inn í hjarta okkar og trúa þessu. Og það bara þannig að þegar við trúum orðið Guðs hver við erum, þá förum við að bera höfuð hátt. Já. Þá förum við að ganga með reisn. Þá förum við að ganga í krafti heilags anda. Þá förum við að biðja og tala út í trú. Það sem orð Guð segir okkur að tala út í trú. Og við förum að koma fram við okkur sjálf af virðingu og kærleika og elsku og við hættum algjörlega að segja eða hugsa nokkuð niðrandi okkur sjálf eða okkar heilsu eða náungan ef því að skipta. Þannig að það kemur svo mikill heilaleiki og svo mikill innri umbreyting og lækning þegar við tökum við þessum versum í trú og við förum að sjá okkur og trúa okkur sjálf eins og Guð sér okkur og það sem Guð segir okkur. Amen. Amen. Og skulum við bara koma okkur þægilega fyrir og í Jesú nafni þá legg ég þessa hugleiðslubæn í hendi Föðurins og þegar þú ert tilbúin máttu draga djúpt inn andann og loka augunum þegar þú blæst frá. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég fer með svona bænir og þú endurtekur hana eftir mér. Og það mjög gott að ef þú hefur næði til þess að endurtaka það upphátt af því að það kraftur í hinu talaða orði. En ég ætla samt að biðja Einar að gera það ekki af því að þið að fylgja minni röddu. Einar getur gert það bara í hjartanu sínu en þið ef þið hafið tækifæri til þess, segið þetta upphátt. Það miklu meiri kraftur í því heldur en bara að endurtaka þetta í hjartanu en það líka kraftur í því. Amen. Og ég ætla bara að biðja heilagan anda að leiða þessa bæn. Ég þakka þér, Jesús, að þú ert lambið sem slátrað var frá grundvöllum veraldar. Ég þakka þér, Jesús, að þú hefur unnið algjöran sigur. Og ég þakka þér, Jesús, að þú hefur gefið mér þennan sigur. Að þú hefur gefið mér þetta vald. Vald yfir öllu illu. Vald yfir því sem hér á jörðinni. Í Jesú nafni. Ég tek við nýrri sjálfsmynd frá þér, Faðir. Og ég vel að trúa í hjarta mínu öllu því sem að þú og þitt orð segir mig og hver ég er. Í Jesú nafni, ég konungur eða drottning, ég prestur í þínu ríki. Í Jesú nafni, ég musteri heilags anda og heilagur andi býr innra með mér. Og uppreisukraftur heilags anda starfar og verkar innra með mér. Ég þakka þér, Jesús, að ég erindreki þinn hér á jörðinni og ég tala það út í trú. Að ég læknuð, ég heilbrigður og ég frjáls. Og ég hef
hugrekki og dirfsku og kjark til að hlýða þínu orði og til þess að segja frá þér, Jesús. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að ég hef hugrekki og kjark og trú til að leggja hendur yfir fólk og tala lækningu, tala líf, tala heilbrigði Krists inn í fólk. Í Jesú nafni ég set innsigli á varir mínar og tungu mína og ég lýsi því yfir að hvert orð sem ég mæli er blessun, er líf, er lækning, er heilbrigði, er upplífgandi, er ljós. Og allt það sem ég kann að hafa sagt í fortíðinni sem var myrkur er afmáð í Jesú nafni fyrir fullt og allt. Það er farið, það er horfið. Jesús, ég trúi á þig. Jesús, takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að þú gafst mér nýtt líf, eilíft líf. Og ég tek í trú við öllu því verki sem þú vannst. Þegar þú gafst líf þitt á krossinum og þegar þú reist upp frá dauðum og settist föðurnum til hægri handar. Og ég vel að trúa því í hjarta mínu að ég sit við hlið þér til hægri handar föðurins og ég ríki með þér hér á þessari jörð. Og ég þakka þér fyrir, Faðir, að þú hefur gefið okkur miskunnsemi þína, skilyrðislausa elsku þína, frið þinn og lækningu. Og ég vel að ganga í þínu ljósi, ég vel að lifa í þínu ljósi, í þínum kærleika alla eilífð. Í Jesú nafni þá hleypi ég þér enn dýpri inn í hjarta mitt, Jesús. Og með ljósinu þínu lýsi upp allt mitt hjarta. Hverja hugsun og hvert orð. Og ég hertek hverja hugsun til hlýðni við Krist. Og ég lýsi upp tunguna mína sem að tala ljós.
Nú langar mig til þess að biðja fyrir ykkur og ég ætla að biðja heilagan anda að biðja í gegnum mig. Og ég finn að það eru 3 bænir sem að heilagur andi að leggja á hjarta mitt núna. Og ég ætla bara að biðja hvern og einn sem að hlusta að opna hjarta sitt núna fyrir heilagum anda. Í Jesú nafni, meðtaktu heilagan anda. Í Jesú nafni, þá kemur eldur heilags anda núna og hann flæðir inn í hjartað. Hann flæðir inn í sálina þína. Hann flæðir inn í líkamann þinn og hann flæðir inn í hugan þinn og eldur heilags anda, hann brennur upp allt sem ekki frá Guði. Það fuðrar upp, það gufar upp og það hverfur út núna. Og eftir situr allt það guðlega, það fallega, gimsteinarnir, gersemarnir, demantarnir frá Jesú Kristi í þínu hjarta. Og eldur heilags andar að brenna upp alla vantrú, allar rangar hugmyndir, allt gamalt sem hingað til hefur neitað að fara í Jesú nafni, það farið. Og þú ert búin að sleppa því. Og eldur heilags anda, hann logar innra með þér. Í Jesú nafni, þá tala ég blóð Jesú Krists yfir þig, yfir hjartað þitt, yfir sálina þína, yfir líkamann þinn, yfir hugsanir þínar og tilfinningar þínar og blóðið það hefur hreinsað þig. Blóð Jesú Krists hefur hreinsað þig. Og Jesús sagði, þú ert hrein, þú ert hreinn. Og 3. atriðið er lækningin. Jesús Kristur er læknirinn og hann er lækningin. Og lækningin átti sér stað fyrir 2000 árum þegar Jesús dó á krossinum. Og þá læknaði hann alla sjúkdóma. Hann bar alla sjúkdóma svo við þurftum ekki að gera það. Og ég segi í Jesú nafni, meðtaktu lækninguna núna í trú. Þú hefur meðtekið lækninguna núna í trú. Og hún flæðir frá himnunum inn í hverja einustu frumu í líkamanninum, inn í hverja einustu hugsun, inn í hjartað þitt, inn í hverja syn, inn í hvern einasta vöðva, inn í hvert líffæri, inn í lungun þín, inn í meltingakerfið, inn í öndunarfærin, inn í augun þín, inn í húðina þína, inn í heilann þinn, inn í hverja einustu frumu í þínum líkama flæðir kraftaverka lækning Jesú Krists. Og þessi lækning er eilíf lækning. Fyrir hans spenjar ertu heil, ertu heill. Í Jesú nafni, það kemur ný trúin í hjartað þitt núna. Þú trúir þessu. Þú veist þetta. Þú ert algjörlega fullviss og sannfærður í hjartanu þínu að þú ert læknuð, þú ert læknaður. Á sál, í andanum þínum og í öllum líkamanum þínum, í huganum þínum, í tilfinningunum þínum, allt saman læknað. Og það getur verið að þú finnir það núna strax, en það getur líka tekið smá tíma að koma algjörlega og fyllilega fram í hinu efnislega. Og þá bíður eftir því með eftirvæntingu í hjartanu.
Af því að þú veist að andinn sem innra með þér lifir, að valdið sem þér hefur verið falið, er svo miklu, miklu, miklu sterkara heldur en nokkuð myrkur, nokkuð sjúkdómur eða kvíði eða hvað annað sem kann að hafa truflað því í fortíðinni. Í Jesú nafni þá gef ég þér nýjan fókus og ég gef þér fókus í Jesú Krists. Og hans fókus er alltaf á Guð, á ljósið, kærleikann, hjálpræðið, elskuna og friðinn, að falla það góða sem Jesús er. Og það er það sem þú fókusar á, það er það sem þú hugsar það er það sem þú talar út, alla daga, alltaf. Og hvert sem þú ferð, þá sérðu fegurðina. Þú sérð Jesús eða það sem Jesús er að gera. Og þú horfir á kostina, þú sérð tækifærin, þú sérð allsnættirnar. Þú sérð það stórkostlega og fallega og dásamlega hvert sem þú ferð og hvar sem þú ert. Jafnvel á dimmustu stöðunum þá finnur þú ljósið. Af því að fókusinn þinn og augun þín er fullkomlega bjart og fullt af Jesú Kristi. Hvert sem þú ferð sérðu blessun. Og fólk á eftir að segja við þig, vá, hún eða hann getur alltaf séð það góða og fallega í öllu og öllum og allstar. Þetta er svo magnaður eiginleiki og svo mikið blessun. Og ég bara legg hendina núna yfir tungu sérhvers og eins og ég segi í Jesú nafni talaðu líf. Í Jesú nafni talaðu heilbrigði. Í Jesú nafni talaðu trú. Amen. Það er, Guð er að gera eitthvað stórkostlegt í hinu ósýnilega. Það er svona sterk og öflug undir alda og ég veit að allir sem eru að hlusta finna þetta, skynja þetta. Það er eitthvað stórkostlegt að koma frá Guði, eitthvað rosalegt yfirflæði, vakning. Eitthvað stórkostlegra heldur en við höfum nokkuð tíma að sé áður. Og Guð ætlar að sýna þér eitthvað sem mun gera þér svo hissa og svo undrandi og svo glaða eða glaðan. Og hjarta okkar, hjarta þitt fyllist af eftirvæntingu og tilhlökkun. Hvað verður það? Hvað er Guð að fara að gera? Amen.